og þá ætla ég að fara upp í kirkjugarð að ná í vatn. Eins og sjá má þá vantar á haldið. Hérna eru 13 kartöflugarðar og minn garður er númer 13. Ég var bara heppin að fá hana því að hann var búinn að vera 4 ár í órækt af því að enginn vildi fá garð númer 13. Þau trúa því fólkið hér að þessi óhappatala. Aftur á móti er talan 13 happatalan mín og hefur oft á mörgu sinnum komið sér vel. Og þetta er skógarstígur sem liggur hérna niður eftir ofan í skóg, en hér á hægri hönd er kirkjugarðurinn og kartöflugarðarnir eru á bak við hann. Og hér er inngangurinn inn í kartöflugarðana, matjurtargarðana. Minn er aftast. Og það er ekkert rennandi vatn, þannig að maður þarf að safna rigningarvatni. Svo hefur ekki rignt núna mjög lengi. Það kom rigning daginn en hún var ekki neitt. Þannig að ég fer hér í garðinn og nú er ég að opna hliðið. Og er komin inn í kirkjugarð. Það er náttúrulega ekkert mál að fara hérna upp eftir með tóma brúsa. Ég fer núna bara með 4. Hver tekur 20 lítra. Þannig að þegar ég fer upp þessa brekku sem ég er að fara niður núna, þá er ég að ýta upp 80 lítrum og það er svolítið erfitt. Ég fór einu sinni með 6 brúsa og dónar í því og var ég að ýta 120 lítrum og ég bara gafst upp og varð að hvíla mig. Það er bara ekki nógu sterk. Og þá er ég komin að vatninu, hérna hjá gömlu kirkjunni.
Ég batt bara myndavélina á bringuna á mér. Ég vona að það sjáist eitthvað. Ég náttúrulega veit ekkert hvað ég er í raun og veru að taka upp. Og þá er að leggja í hann. Þessi brekka er mjög erfið. Og hér er duftgarðurinn og þarna er elsti parturinn og þarna fyrir innan er sá elsti reyndar. Og rosalega mikið af stórum trjám, gömlum. Ég geri þetta svona, ég hvíli mig. Erfitt að fara upp brekku þó að það sé ekki mjög brattar.
meðan ég hvíli mig og get ég sýnt ykkur alveg magnaða lyngrós. Hún stendur í blóma bara alveg í nærri 2 mánuði. Og í fjarlægð þá hún eins og hún sé í loga, eins og hún sé logandi. Og hér eru moldvörpur, maður sér svona moldvörpu hrúgur. Og maður sér þar aldrei því að þær koma bara upp á nóttinni. Og þá auðveldi parturinn eftir bara niður á við. Stundum vildi ég óska að ég væri karlmaður, væri sterkur vöðvastæltur karlmaður. Þá færi ég nú létt með þetta. En ég fæddist kona svo ég bara að gera það besta úr því. En það nú auðvelt að fara niður skógarstíginn því að þá þetta niður á við. Þá ég komin inn í garð. Ef þið sjáið öndina þá vil ég helst að fljóti vel undir hana. Þá eru gullfiskarnir í ágætismálum. Það verra ef það minnkar of mikið þá greið hafa þeir ekki mikið vatn.
Og sem sagt komið svolítið meira vatn í tjörnina.